Segi það fund bæjarstjórnar settan, þetta er fundur númer 3494 og fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Fyrsti liður fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram viðauki númer 2 fyrir fjárhagsárið 2021 en viðauki var lagður fram í bæjarráði 7. maí síðastliðinn og sendur til afgreiðslu bæjarstjórnar. Viðaukinn er vegna 3 liða. Fyrsta lagi vegna kaupa á landi í jarðarinnar Hesjuvalla upp á 25 milljónir króna, vegna sérúrræða í leikskólum upp á 40 milljónir króna og kjarasamnings við félag grunnskólakennara upp á 258 milljónir króna. Á móti er launapottur á fræðslusviði færður niður 204 milljónir króna. Útgjaldaaukning vegna viðaukans er samtals 190 milljónir króna og er með lækkun á handbæru fé. Þetta er lagt hér fram fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvað sér hljóðst, þeir sem geta samþykkt hana viðauka gefið merki. 11. Það er annar liður á dagskrá, Norðurorka hf. Beiðni ábyrgð Akureyrarbæjar vegna lántöku, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram fyrsti liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 12. maí en þar var lagt fram erindi frá Norðurorku þar sem óskað er eftir að Akureyrarbær veiti ábyrgð og veð gagnvart lánasjóði sveitarfélaga vegna láns til Norðurorku að upphæð 600 milljónir króna til allt að 20 ára. Bæjarráð samþykkti beiðnina fyrir sitt leyti og vísaði málum til afgreiðslu bæjarstjórnar. Ég ætla að leyfa mig bara að lesa þessa bókun sem er dálítið löng, þannig hún sé bara búið að lesa hana eitt getur öll, en bókun sem við þurfum að samþykkja hér í dag hljóðar svo og er í rauninni gerða kröfu lánasjóðsins. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykki hér með á bæjarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 2. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingar láns Norðurorku hjá lánasjóði sveitarfélagi að höfuðstól allt að krónu 600 milljónir til allt að 20 ára í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Ábyrgðin heldur gildi ef skilmálum lánasamnings er breytt og til hagsbóta fyrir Norðurorku. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritana lánasamnings og að sveitarfélagið ber það skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til fjármögnunar á hitaveituframkvæmdum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almanna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006 og uppfyllir skilyrði græna umgjörð lánasjóðs sveitarfélaga. Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Norðurorku hf. Til að breyta ekki ákvæði samþykkta Norðurorku sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélagið sé að lígi eignarhlut í Norðurorku til annarra opinberra aðila skuldbindur sveitarfélagið sig til þess að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á lánu að sínum hluta. Jafnframt er Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreind sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessaris, þar með talið beiðni útborgun láns og breytingu og skilmálum lánasamnings sem eru til hagsbóta fyrir Norðurorku. Þetta er ansi löng og viðamikil lesning, en þetta er það sem við þurfum að samþykkja hér í dag og þetta er lagt hér fram til bæjarstjórnar til staðfestingar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvað sér hljóðs, þessi geta samþykkt þessa ábyrgð gefið merki. 11. Ákoma 3. liðar dagskrár, reglur Akureyrarbæjar úthlutun sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum skólaárið 2020-2021 til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, við leggjum hér fram drög að breytingum á reglum Akureyrarbæjar sérstakan íþróttastyrk og tómstundastyrk til barna á tekjulágum heimilum. Þetta hefur verið samþykkt fyrir sitt leyti í velferðarráði sem og bæjarráði og leggjum við þetta fram hér. Kannski til þess að aðeins að undirstrika hverju er verið að breyta, að þá er verið að breyta reglunum í að það má núna nýta styrkinn til greiðslu á tækjum, búnaði, fatnaði og ferðum ásamt æfingagjöldum og þetta er hugsað fyrir einstaklinga, hjón, sambúðarfólk þar sem tekjur eru að meðaltali lægri en 740.000 krónur. Þannig að mig langar bara að hvetja alla sem sinna þessum málum, íþróttafélög og þeir sem sinna tómstundum barna að hvetja fólk til þess að nýta sér þennan styrk. Þetta verður lagt fram til afgreiðslu. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að fagna þessari tillögu að breytingum hjá velferðarráði. Ég held að þessi styrkur geti skipt gríðarlega miklu máli fyrir einmitt þennan tekjulága hóp, en því miður höfum við komið mjög litlu af þessum fjármunum sem áætlað í þennan styrk út, að einungis 44% síðast í vissi. Þannig að framlengja styrkinn finnst mér mjög gott mál og að breyta því að nú geti foreldrar nýtt þetta til tækjakaupa eða búningakaupa eða í ferðalög. En ég vil bara hvetja okkur til dáða með það að koma þessum breytingum vel á framfæri og þá til allra starfsmanna sem vinna með börn hér innan bæjarins, því að síðast þegar breytingarnar voru gerðar þá skiluðu þær sér ekki til allra, heyrðist mér. Og eins þó að við komum því til allra íþróttafélaga sem að koma því þá áleiðis til sinna iðkenda, eins ekki bara íþróttafélaga heldur þetta líka til annara tómstunda, því að það er líka einhver misskilningur í gangi í umræðinu að þetta sé einungis til þeirra sem eru að stunda íþróttir, en það er ekki rétt, þetta er á við allar tómstundir. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafi ekki hvað því hljóðs þeir sem geta samþykkt þessar breytingar, gefur merki. 11, takk fyrir það. Þá er fjórði liður að dagskrá miðbæri uppfærsla deiliskipulags. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 12. maí 2021 lögði fram að nýju og lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 tillaga breytingu á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar. Tillagan var auglýst 10. mars með athugasemdafresti til 21. apríl 2021 og er hún lögð fram ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum frá Vegagerðinni, Minjastofnun og hverfisnefnd Oddeyrar. Er tillagan lögð fram með minniháttar breytingum til að koma móts við efni innkominna athugasemda og umsagna, auk þess sem fyrir liggur tillaga svörum við athugasemdum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt með minniháttar breytingum, auk þess að samþykkja tillögu svörum við athugasemdum. Takk. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að segja þetta mál að það er þetta bara ánægjulegt að sjá fjölda athugasemda frá íbúum. En ég held sko að það sé mikilvægt að við tölum bara hreinskilið með það að þessi tillaga er málamiðlun. Það hefur auðvitað verið mikið bitist hvernig
við ætlum að skipuleggja þennan miðbæ og hvort það á að fara í að færa eitt stykki stóra götu, hvort það á að þrengja hana alveg, hversu há hús á að byggja, hversu mikið pláss þau að taka og þess áttar. Og ég held að við öll sem höfum starfað í þessum hóp sem að undirbjó þetta skipulag höfum bara gert málamiðlanir og í þessu tilfelli þá held ég að það sé bara mjög farsælt fyrir máli. Þannig ég skil vel að íbúar hafi alls konar skoðanir á þessu máli eins og við bara hérna í bæjarstjórn höfum og það að fólk fái ekki svona ábendingum sínum framgengt, þar að segja að sé ekki endilega að koma til móts við fólk sem ósátt við ýmsa hluti í þessu. Það í raun og veru bara hluti af þessari málamiðlun sem við erum að gera og mér finnst bara mikilvægt að við séum bara opinska og hreinskilin með það að þetta það sem að við sem hópur og vonandi við sem bæjarstjórn komum okkur saman að sé eitthvað sem við öll getum svona verið að einhverju leyti tiltölulega sátt við, þó svo að ekkert okkar held ég sé að fá sínum ítrustu draumum framfylgt þetta svæði. En ég hef bara tekið undir það að það sé mikilvægt að koma okkur úr þessum hnút sem að málið hefur verið í mjög lengi. Þannig að ég styð þessar tillögur og bara þokkalega sátt við þær. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa deiliskipulagsbreytingu og athugasemdirnar eða svörin. Það eru 11. Það er komið að 15. dagskrá starfsáætlanir ráða og það er velferðarráð í þetta skipti út til máls tekur bæjarfulltrúi og formaður velferðarráðs Heimir Haraldsson. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, frá því að ég stóð hér fyrir ári í sömu erindagjörðum hafa átt sér stað heilmiklar breytingar á þeim verkefnum sem tilheyra velferðarráði. Fyrst ber að nefna og hefur verið mikið í umræðunni nú undanfarið það að öldrunarheimili Akureyrar eru ekki lengur á okkar forræði en ríkisvaldið samdi við heilsuvernd rekstur þeirra og óska ég þeim velfarnaðar og hvetji þá til þess að halda áfram því góða starfi sem þar er unnið. Önnur breyting sem líka vert að nefna að áramót sameinuðust fjölskyldusvið og búsetusvið í eitt velferðarsvið. Með breytingunni tók í gildi nýtt skipurit þar sem verkefnin eru sett upp í 3 ramma, þjónustu við börn, félagsþjónusta og heimili og virkni. Í gangi er vinna í hverjum ramma þar sem forstöðumenn og lykilstarfsmenn takast á við spurningar hvernig þau þurfa að vinna saman á nýjan hátt til þess að ná árangri. Með árangri er átt við það markmið með breytingunum að einfalda verkferla, stytta boðleiðir og þétta og bæta þjónustuna. Einnig er verið að skoða aðkomu notanda að þjónustunni og horft til markmiðs með breytingunni að einfalda aðkomuna og jafnframt vinna að rafrænum lausnum eins og kostur er. Í þessari vinnu er það óhjákvæmilegt að starfsfólk þarf að skoða hvernig það hefur unnið hlutina og getur það haft jákvæð áhrif á starfsemina sem og þá sem þjónustuna hryggja. Velferðarsvið vinnur eftir gildum velferðarstefnu Akureyrarbæjar sem grundvallast á 3 gildum: fagmennsku, virðingu og gagnsæi. Aðeins til þess að upplýsa hvaða verkefni tilheyra sviðinu og hvaða þjónusta við veitum. Við veitum þjónustu samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum, lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, tökum á móti og vinnum úr umsóknum fjárhagsaðstoð, veitum félagslega ráðgjöf og vinnum að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði, veitum úrræði til verndar einstökum börnum þegar þess er þörf og í þeim tilgangi að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunar. Við veitum sérhæfða þjónustu við fatlaða sem felst í ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra, meðal annars í formi stuðningsviðtala og samhæfingar á þjónustu og fræðslu. Tökum á móti umsóknum stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og metum umönnunarþörf. Umsjón á kerfi félagslegra íbúa Akureyrarbæjar og tökum á móti umsóknum íbúðir og sérstakan húsnæðisstuðning. Þannig að heyra má að verkefnin eru fjölbreytt.
Við veitum búsetuþjónustu en þá er átt við þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu fólks eða og skapa fólki aðstæður til að lifa sem eðlilegasta lífi á heimili sínu þrátt fyrir skerðingar á færni og breytingar á högum sem kunna að verða samfara hækkandi aldri, fötlun eða veikindum. Unnið er eftir þríþætti hugmyndafræði en það er hugmyndafræði valdeflingu en hún miðar að því að efla getu einstaklingsins til að stjórna eigin lífi, taka sjálfstæðar ákvarðanir, nýta réttindi sín og öðlast þau lífsgæði sem eðlileg þykja. Til að nefna verkefni sem undir þetta falla má nefna heimaþjónustu, heimsendan mat, félagslega liðveislu, búsetu með þjónustu, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, skólavistun fatlaðra barna, ráðgjöfina heim, ráðgjöf iðjuþjálfa, vettvangsteymi, lautina, notendastýrða persónulega þjónustu og svo rekstur búsetukjarna. Eins og heyra má á upptalningu á þessum verkefnum þá eru þau fjölmörg enda er þetta næststærsti málaflokkur sveitarfélagsins rekstrarlega séð á eftir fræðslumálum. Í janúar síðastliðnum kom út skýrsla þar sem málaflokkur fatlaðs fólks var tekin út og lagðar fram tillögur og rekstur og stjórnsýsla voru tekin út. HLH-ráðgjöf var fengin til verksins. Í lokaorðum skýrslunar segja höfundar með leyfi forseta: miðað við upplýsingar sem framkoma í skýrslunni kemur Akureyrarbær vel út í samanburði við að minnstakosti nokkur sveitarfélög varðandi rekstrarafkomu í málefnum fatlaðs fólks. Þannig má ætla að tekist hafi vel til varðandi rekstur málaflokksins síðastliðin ár. Þetta er jákvæð niðurstaða að mínu mati og fagna í henni og langar mig að þessu tilefni að hrósa öllu starfsfólki velferðarsviðs sem vinnur þessa daglegu vinnu sem tilheyrir málaflokknum og er ómetanleg. Skýrsluhöfundar koma líka með fjölmarga tillögur sem miða því að bæta stjórnsýslu, rekstur, þjónustu og starfsumhverfi starfsmanna en segja jafnframt að þeir komi með fleiri tillögur en færri en svo er það okkar að velja úr. En til að undirstrika og ítreka að tillögurnar eru þannig úr garði gerðar að þjónusta sveitarfélagsins í málaflokknum skerðist á engan hátt frekar að það leiði til betri og aukinnar þjónustu. Velferðarráð vinnur eftir áætlun sem gerir ráð fyrir að unnið verði sérstaklega að 31 tillögu. Þegar er hafin vinna við 6 tillögur. Einna stærst er tillagan að skoða verði framtíðar uppbygging í málaflokknum varðandi húsnæði og er þá átt við allt húsnæði, svo sem vegna búsetu fatlaðs fólks, atvinnu og skammtímavistun. Skipaður hefur verið vinnuhópur til þess að fara ofan í þessi mál og er hann við það að hefja störf. Er að ræða vinnuhóp velferðarráðs og starfsmanna bæjarins sem ætlað er að meta þörf fyrir uppbygging á húsnæði næstu 8 til 10 árin, bæði hvað varðar búsetuna og vinnustaðina. Það sem vinnuhópnum er ætlað að skoða eru til dæmis hugmyndir úttekt svo sem varðandi það að byggt verði við Plastíðuna Bjarg og byggt verði við Skógalund. Auk þessara tillögu er hafin vinna við 4 verkefni sem snúa að rekstri þjónustukjarna og 1 verkefni sem snýr að Plastíðunu Bjargi er einnig farið af stað. Við ströndum frammi fyrir fleiri áskorunum en framkoma í skýrslu HLH-ráðgjafar enda velferðarsvið gríðarstórt að umfangi. Ein af þeim er heimaþjónustan. Akureyrarbær hefur byggt upp öfluga heimaþjónustu eða stuðnings- og stoðþjónustu eins og hún heitir samkvæmt félagsþjónustulögum. Veitt er almenn og sértæk þjónusta, allt frá því að vera þrif 1 sinni til 2 í mánuði yfir að vera innlit 4 til 6 sinnum á sólarhring. Notendahópurinn eru aldraðir, fólk með þroskahömlun, fólk með langvinna sjúkdóma, MS, MND og seinni tíma heilaskaða og fólk með geðvanda, fólk með samsettan geð- og fíknivanda, einhvert fólk, seimfærir foreldrar og öryrkjar. Þannig sækja bæjarbúar aðstoð heimaþjónustunnar eftir ýmiss konar áföll, svo sem veikindi eða slys eða þegar getan fer að skerðast sökum aldurs. Tæplega 600 heimili fengu heimaþjónustu á síðasta ári. Ef horft er til skamms tíma er brýnasta verkefni varðandi heimaþjónustuna að finna húsnæði sem hentar vel allri starfseminni en eins og staðan er nú er aðstæðan tvískipt og sumir starfsmenn hafa alls enga aðstöðu. Til lengri tíma þarf að aðlaga þjónustuna með tilliti til áætlara mannfjöldaþróunar á næstu árum.
Ljóst að mikil fjölgun verður í hópi aldraðra og af þeirri ástæðu verður það áskorun að mæta þörfum þessa hóps. Mögulega þarf að endurskipuleggja þjónustuna, forgangsraða meira en nú gert og nota það fjármagn sem til ráðstöfunar verður á hverjum tíma til að mæta þeim sem eru í mestri þörf. Fyrirsjáanlegt að auka þurfi áherslun á heilsueflingu og forvarnir eldri borgara til þess að seinka því að fólk þurfi viðamikla þjónustu heim eða það þurfi að flytja á hjúkrunarheimili. Þessi breyting á aldurssamsetningu samfélagsins mun kalla á viðhorfsbreytingar og án efa breytingar í þjónustukeðjunni allri. Húsnæðismál eru alltaf áskorun fyrir sveitarfélög. Í lok árs 2020 var fjöldi félagslegra íbúða alls 338 íbúðir sem skiptust í almennar félagslegar íbúðir og húsnæði í málaflokki fatlaðs fólk, einkum þjónustukjarna. Í maí 2021 voru 142 á biðlista, þar af 31 að bíða eftir flutningi. Þetta heldur færra en í desember 2020 en þá voru 154 á biðlista og þar af 27 á flutningslista. 44 úthlutanir urðu á síðasta ári, þar af 3 vegna flutnings. Áætlaður biðtími eftir 2 herbergja íbúðum 3 ár en þar vöntun á íbúðum. Biðtími eftir 3 herbergja íbúð styrstur eða rúmt ár en síðan vantar stærri íbúðir 4 og 5 herbergja en meðal biðtími eftir þeim 4 ár. Mikilvægt að halda áfram að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði sem ekki getur séð það sjálft. Þannig þarf árlega að huga að kaupum inn í félagslega húsnæðiskerfið með því að endurnýja eldra húsnæði og líka til þess að dreifa félagslegu húsnæði eðlilega í öll hverfi bæjarins, til dæmis nýju hverfin, Nausthverfi og Hagahverfi. Einnig þarf að tryggja eðlilegt viðhald húsnæðisins en gamalt og illa haldið húsnæði ekki boðlegt. Sérstakur húsnæðisstuðningur í boði fyrir fólk vegna félagslegra aðstæðna og lágra tekna og á erfitt með húsnæðiskostnað sinn. Tekjuviðmið vegna sérstaks húsnæðisstuðnings voru hækkað 1. janúar síðastliðinn, enda mun fleiri sem fengu stuðning á fyrstu 4 mánuðum þessa árs, 326 einstaklingar á móti 256 á sama tíma í fyrra. Í vor voru tekin í notkun húsnæðisúrræði fyrir fólk með fjölþættan vanda. Að ræða 2 einbýli í sanngirðisbót og 3 íbúðir í eldra einbýli sem breytt var til þess að nota. Á móti stendur til að rífa einbýli sem notuð voru fyrir þennan hóp, en samtals eru 6 einstaklingar sem nýta þessi úrræði eins og virðist þetta lofa góðu. Ég tel að húsin í sanngirðisbót séu dæmi velheppna verkefni hvað staðsetningu og annað varðar. Rétt að taka fram að á skipulagi eru 2 lítil einbýli til viðbótar á sama stað, þannig að það svigrúm til þess að bæta í. Áfram þarf að huga þessum hópi sérstaklega en ljóst að hann kominn til þess að vera í þessu samfélagi. Ég held ég mæli fyrir okkur öll í bæjarstjórn að við værum alveg til í að sjá enn meiri fjölgun íbúa á Akureyri. Mér langar að segja frá verkefni sem við gerðum við ríkið og móttöku flóttamanna nýverið. Á þessu ári gerði Akureyrarbær samning við ríkið til 1 árs afturvirkt móttöku flóttamanna. Unnið eftir þessum samningi fyrir þá sem fengu vernd eftir apríl 2020. Þetta eru 3 aðilar og búið að gera einstaklingsbundna þjónustuáætlun fyrir hvern og einn. Fjölmenningarsetur nýlega farið að hitta þá sem hafa fengið vernd á síðustu vikum, en enn sem komið hefur enginn komið til Akureyrar úr þeim hópi, enda var svo sem búist við því. Flestir hafa komið sér fyrir á höfuðborgarsvæðinu og vilja vera þar áfram. Samstarfið fjölmenningarsetur gott og gert ráð fyrir að fólk eigi eftir að koma til Akureyrar þar sem búist við fjölda flóttamanna til landsins á næstu misserum og árum, en fjöldi flóttamanna sem kemur til landsins hefur aukist mjög undanfarin ár. Samvinna við önnur sveitarfélög sem taka þátt í verkefninu í gangi til þess að samræma þjónustuna. Einnig hefur verið fundað með samstarfsaðilum á svæðinu til að stuðla að skipulegri og faglegri þjónustu. Þátttaka í þessu verkefni ætti að leiða það af sér að sveitarfélög verða betur undir það búin að taka á móti einstaklingum sem vilja setjast hér að og finnst mér það vera fagnaðarefni og við sem stærsta sveitarfélag á landsbyggðinni eigum að vera valkostur fyrir fólk sem vil setjast að í nýju landi. Eitt af stóru verkefnunum framundan að undirbúa og innleiða lög samþætta þjónustu í þágu barna, svokölluð farsældarlög.
Frumvarp lögin liggur nú fyrir á Alþingi. Gert ráð fyrir að það verði samþykkt nú á vorþingi og taki gildi 1. janúar 2022. Meginþema samþættingarinnar snemmtæk íhlutun en samkvæmt lögunum skal fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þörf fyrir þjónustu. Enn fremur skal bregðast við þörfum barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt leið og þær vakna og eiga samráð á milli aðila með það að markmiði að þjónustan sé samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsældar barna og foreldra. Frumvarpið kveður á nauðsynleg samvinna skuli eiga sér stað innan heilbrigðis, mennta- og velferðarkerfis. Ýmis nýmæli þar svo að finna að stigskipta skuli allri þjónustu við börn á vegum opinberra aðila og hlutverk tengiliða og málastjóra til að tryggja öllum börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu þegar þarf á að halda. Nú hefjast undirbúningur hjá bæjarfélaginu við að kortleggja með hvaða hætti verður farið inn í þetta verkefni. Það ljóst að nokkru þarf að kosta til með fjölgun starfsfólks en á móti kemur að ríkið áformar að koma fjárhagslega til móts við sveitarfélög í gegnum jöfnunarsjóð. Nákvæmlega hvernig það verður gert liggur ekki fyrir á þessari stundu en eftir að frumvarpið hefur verið samþykkt hefst vinna í ráðuneyti við reglugerðarsmíð. Sem formaður velferðarráðs lýsi ég mikilli ánægju með framkomið frumvarp og bind vonir við að markmið verðandi laga náist. Til þess að svo megi verða þarf bæjarfélagið styðja vel við starfsfólkið sem fær það hlutverk að skipuleggja og vinna þessa vinnu. Mér líður þannig í ljósi þess hvernig aldurssamsetning þjóðarinnar að breytast að samþætting sé lykilorð í þjónustu við fólk. Stundum tekst okkur sveitarfélögum og ríki að búa til kerfislægan vanda sem virðist vera flókið að leysa, klassískt svona computer says no. Væri hægt að heimfæra farsældarlögin á þjónustu við eldra fólk og bara fólk almennt, leiða saman svið, kerfi, stofnanir, óháð því hverjum þau tilheyra, leikmenn og fagfólk til þess að brjóta niður múra og bæta þjónustu sem á endanum verður betri og að öllum líkindum hagkvæmari. Hljómar eins og tilboð sem ekki hægt að hafna, við verðum að standa með fólki, búa þannig hnútana að íbúar sveitarfélagsins búi við jöfn tækifæri, jafnrétti og virðingu. Við höfum starfsfólk á vettvangi sem að vinna frábært starf og sem formaður velferðarráðs ég ótrúlega stoltur af því hvernig starfsfólk sviðsins sinnir sínum störfum og ef ríki og sveitarfélög gætu fellt niður múra sem hafa stundum hamlandi áhrif á þjónustuna við fólk væri hægt að gera góða þjónustu enn betri. Ég hef stiklað á stóru varðandi verkefni og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem sveitarfélag. Mig langar að þakka félögum mínum í velferðarráði, Gunnfríði, Hermanni, Láru, Róberti og Sigrúnu fyrir gott samstarf og samvinnu og langar mig að þakka sérstaklega sviðsstjóra velferðarsviðs Guðrúnar Sigurðardóttur og Karolínu Gunnarsdóttur þjónustustjóra velferðarsviðs en þær leiða störf sviðsins af mikilli fagmennsku og eru lausnamiðaðar í störfum sínum sem einfaldar okkar störf sem sitjum í velferðarráði. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Heimi kærlega fyrir þessa góðu yfirferð. Þetta náttúrulega ótrúlega áhugavert og mikilvægt svið hjá okkur sem að spannar ansi víðfeðma undirstöður sem við þurfum að hafa í góðu samfélagi. Það voru kannski nokkrir hlutir sem ég langaði bara svona að staldra við. Mér finnst það mjög áhugaverð þessi samlegging varðandi farsældarlögin samþætta þjónustu í þágu barna og hvort það væri hægt að læra eitthvað af henni, sérstaklega varðar til dæmis þjónustu við aldraða en líka kannski bara alla í samfélaginu. Mér finnst þetta spennandi verkefni til þess að horfa á inn í framtíðina og skipta miklu máli en það var það kannski einmitt í þessum markmið með því að sameina til dæmis fjölskyldu og búsetusvið og setja þar notandann í fyrsta sæti og þjónustuna sem að ég held að hafi tekist með ágætum. Auðvitað stundum situr maður
og býr í þessum litla bæ þar sem að manni líður eins og allt sé einhvern veginn bara fullkomið og svo hugsaði maður að það séu 600 heimili sem fái heimaþjónustu á síðasta ári og að það séu einhver 100 að bíða eftir félagslegum íbúðum, jafnvel í 3 til 5 ár og það séu svona margir sem að fái að njóta sérstaks húsnæðisstuðning sem er auðvitað ánægilegt að veita en á sama tíma minnir okkur á að það er fullt af fólki hérna í bænum sem að þarf á stuðningi að halda og það er mikilvægt fyrir okkur að muna það hversu mikilvægt verkefni þessa sviðs er og þeirra ákvarðana sem að við tökum hér, meðal annars með því til dæmis að hækka sérstakan húsnæðisstuðning og að horfa til þessara einbýla í Sandgerðisbótinni fyrir fólk í viðkvæmri stöðu og að það hafi loksins tekist er virkilega ánægjulegt og við getum horft til þess. Auðvitað horfum maður á að biðtími eftir félagslegu húsnæði í 3 til 5 ár sé allt of langt og þetta er einmitt landlægur vandi líka og áhugavert hvort og hvernig sveitarfélög og ríki gætu svona rætt aðrar lausnir eða úrræði að hvernig við eigum að takast á við þessar breytingar. Ég hjói aðeins eftir því að það væri brýnasta verkefni varðandi heimaþjónustu að finna húsnæði þar og mér finnst kannski mikilvægt að spyrja bara aðeins nánar út í það og varðandi starfsaðstöðu fólks að hvort það sé í skoðun og þá hvernig og hvort það sé eitthvað plan. Og að upplifa það að það sé kannski sumir starfsmenn sem hafi alls enga aðstöðu, kannski slær mig allavega svolítið. Síðan var það varðandi móttöku flóttamanna og fjölmenningarsetrið. Þar höfum við rætt svolítið fjölmenningarstefnuna og aðgerðir fjölmenningarmála yfirleitt hjá okkur. Hvað varðar aðgerðir fjölmenningarstefnu og hvernig okkur gengur að fylgja því eftir sem að væri auðvitað áhugavert að taka til umræðu hérna í bæjarstjórn eins og við höfum rætt áður held ég að þessi hópur. En kannski til viðbótar þá hefur SSN einmitt fjallað sameiginlega fjölmenningarstefnu og samvinnu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra til að verða betri í því að taka á móti ekki bara flóttafólki heldur bara taka opnum örmum á móti fólki af ýmsu þjóðerni sem auðgar líka samfélagið okkar verulega. En kannski spurning líka hvort að það sé eitthvað á döfinni varðandi hvort að það sé hægt að stytta þennan biðtíma eftir félagslegum íbúðum með einhverjum hætti. En annars bara tek ég undir kærar þakkir til starfsmanna sviðsins. Þetta er oft þegar maður á í samtölum við önnur sveitarfélög það sem að maður verður hvað stoltastur af á Akureyri og þannig finnst mér að það eigi að vera og það er náttúrulega ekki síst starfsfólkinu okkar að þakka og auðvitað þeim forgangi sem að bæjarstjórn veitir málaflokknum og ætti að mínum að gera áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka formanni velferðarráðs fyrir fína yfirferð á þessum stóra og mikilvæga sviði sem við höfum hérna. Mér langar líka til þess að taka undir orð hans varðandi að þakka starfsfólki öldrunarheimila Akureyrar fyrir góð störf. En það í rauninni er líka bara afar mikilvægt þó svo öldrunarheimila Akureyrar séu komin undir rekstur heilsuverndar að við höldum áfram samtali og samvinnu. Ég komst í miður ekki til þess að kveðja starfsfólkið á öldrunarheimilum Akureyrar en Ásthildur bæjarstjóri fór fyrir okkar hönd og vil ég þakka henni fyrir það kærlega. En ég held einmitt að taka undir það að það er afar mikilvægt að við samþættum alla þá þjónustu sem við getum fyrir eldra fólk, allavega það sem nauðsynlegt og hægt er. Við þurfum að efla alla þá þjónustuþætti sem að koma til áður en að fólkið fer að nýta sér þjónustu öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Mér langar svona aðeins til þess að komast inn á verkefni öldrunarheimila Akureyrar varðandi sveigjanlega dagþjálfun sem er tilraunaverkefni sem að fór af stað fyrir held ég 2 árum síðan og hefur sýnt það hversu mikilvægt þessi þjónusta er og
hvað er mikilvægt að fjölga dagþjálfunarrýmum til þess að mæta þörfum einstaklinga sem vilja búa heima hjá sér en geta það ekki sökum einhverja þátta. En þessi tilraun sýndi sig í rauninni að fólk gat búið lengur heima og dvalartími þeirra á öldrunarheimilum Akureyrar var styttri fyrir vikið. Og í rauninni var það þannig að mér skilst að einstaklingum var boðið að að fá pláss inn á öldrunarheimilum Akureyrar en þau þáðu ekki að því þau gátu treyst þessari þjónustu, fannst þú mikilvæg og vildu frekar vera heima. Sem sýnir sig að þetta er úrræði sem er að virka. Formaður kom aðeins inn á farsældarfrumvarpið sem Ásmundur Einar lagði fram, ráðherra, sem er virkilega flott og nauðsynlegt og ég held að öll sveitarfélög séu nú þegar farin að skoða það hvernig geta brugðist við og við meðal annars. Það er verið að skoða þetta veit ég inn á fræðslusviði í samvinnu við velferðarsvið, hvernig við getum gert þetta á sem bestan máta. Og fagna ég því, mér skilst að það sé þannig að ríkið taki þátt í kostnaði við 4 starfsmenn fyrstu 3 árin, þið leiðréttið mig sem kannski vitið betur, en þetta er þær upplýsingar sem ég fékk og kannski óljóst með framhaldið. En þetta er einmitt kannski fordæmi þess sem að Akureyrarbær er líka að vinna að varðandi eldra fólkið okkar. En það er verið að hanna mælaborð fyrir eldra fólk til þess að kanna líðan og hagi þeirra, sem er frábært og væri einmitt hægt að nýta í áframhaldandi vinnu í tengslu við að samræma þessi verkefni sem tilheyra fyrir börn og yfirfæra á eldra fólki okkar. En við þurfum líka kannski að einbeita okkur vel að forvörnum og velferðartækni sem er til staðar í dag og það er til ansi mörg tæki og tól sem að auðvelda eldra fólkinu okkar lífið og aðgengi að þeim er kannski ekki alltaf til staðar og kannski ekki heldur þekkingin á því hvernig að nálgast við hvað sé hægt að gera. Ég fékk til dæmis dæmisögu einstakling sem kom í hjálpartækjaverslun fyrir sunnan, var alltaf í vandræðum með það að starta bílnum sínum því að viðkomandi gat ekki snúið lyklinum í svissinum. Hann hélt að hann væri svo eini á Íslandi sem að væri að glíma við þetta, en svo er aldeilis ekki og það er til hjálpartæki við þessu. Þannig við þurfum gerðilega að koma því betur á framfæri hvað er til. En Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir því að áratugurinn 2021-2030 skuli vera áratugur heilbrigðrar öldrunar. Og í ljósi þess langar mig kannski að varpa fram hérna hugmynd til formanns velferðarráðs, hvort að við getum ekki kannað það möguleikann á því að verða aldursvænt samfélag, líkt og Reykjavíkurborg er að gera. Það er kannski ekki mikill kostnaður í tengslum við það, hugmyndin byggir á því á virkni eldra fólks, það er að segja að þeir haldi áfram að taka þátt í félagslegu, hagrænu, menningarlegu, andlegu og samfélagslegu lífi, ekki eingöngu það að þau séu líkamleg hreyfigeta og atvinnuþáttaka. En þetta er kannski keimlíkt verkefninu varðandi heilsusamlegt, samfélag. Það er í rauninni verið að tala um það hvort við getum haft slétta gangstéttar, hvort við getum haft bekki með vissu millibili þannig að eldra fólki geti sest niður í göngutúrnum sínum. Það byggir líka á svona heppilegri staðsetningu á þeirri þjónustu sem eldra fólk sækir sér og áfram má ég telja. En það er margt af þessu þáttum sem að snertir aldursvænt samfélag sem við erum klárlega að gera hér. Þannig að mér langar kannski að varpa þessari hugmynd til formanns velferðarráðs í tengslu við þetta. En ég brenn svolítið fyrir málefnum eldra fólks að vinna í verkefnahóp varðandi það og þar fáum við alls kyns skýrslur og upplýsingar og þar kemur meðal annars fram að það er gerð rannsókn á högum og líðan eldra fólks og það er nýbúið að kynna þær niðurstöður. Og ég held að við getum bara líka verið stolt af þeirri þjónustu sem sveitarfélagið er að veita því þar kemur fram að 87% einstaklinga sem nýta sér heimaþjónustuna telja hana vera nægjanlega. Og svipað hlutfall eru bara mjög ánægð með þjónustuna sem þeir eru að fá. Þannig að við erum að gera vel, hins vegar þurfa kerfin okkar, burt sér frá rekstraraðilum, þurfa þau að tala meira saman og við þurfum að skilgreina betur þessi gráu svæði sem eru á milli þjónustaðila. Og mér fannst miður þegar við mistum heimahjúkrunina frá okkur því við vorum í rauninni fordæmisgefandi sveitarfélag varðandi þjónustu við eldra fólk á samþættingunni hjá okkur heimaþjónustu og heimahjúkrun. En ég held samt sem áður að við getum skoðað þetta þrátt fyrir mismunandi eða ólíka rekstraraðila eins og ég sagði áður. En mér langar bara að þakka enn og aftur formanni velferðarráðs fyrir fína yfirferð.
Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú byrjaði að þakka formanni velferðarráðs fyrir ljómandi góða skýrslu sem að lætur okkur held ég bara líða ágætlega með málaflokkinn. Það eru svona nokkrir hlutir sem ég langaði bara til þess að nefna og fyrst ætla ég að taka og það er nú svolítið í samhengi við það að við vorum að fjalla áðan skipulagi miðbænum að þá höfum við núna nýlega fengi áminningu það, eða ég hef allavega séð áminningu það að hversu mikilvægt það er að gangstéttir séu sléttar og ég tek undir með bæjarfulltrúa Ingibjörgu það að þetta er eitthvað sem við þurfum kannski að huga betur að. Það er óslega fallegt að hafa svona alls konar steina og svona skraut og munstur í gangstéttunum en við þurfum samt að muna að það mikilvægast af öllu er að fólk eigi gott með að fara hvernig sem að það fer þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum bara svona að passa að gleyma ekki að hugsa út í þegar við förum í framkvæmdir í miðbænum sem og annars staðar. Þannig ég held að hugsanlega þarna sé eitthvað sem við gætum gert betur og svo langar mig aðeins að viðra og taka undir með bæjarfulltrúa Hildíönu svona kannski áhyggjur af félagslega húsnæðiskerfinu. Við þurfum að hugsa það, við höfum þetta rætta og kannski núna í, kannski svona 2 ár höfum við svona haft vonir að almenna húsnæðiskerfið létti á félagslega húsnæðiskerfinu okkar. Ég held að við ættum samt að passa okkur að setjast ekki of langt niður í sófann með þetta mál. Það er að segja, ég held að almenna íbúðakerfi sé ekki að fara að koma í staðinn fyrir félagslega húsnæðiskerfi. Við þurfum að passa okkur að missa ekki niður dampinn þarna og það er bara ekki þannig að það sé, þetta sé einhver ómettanleg hít. Ég meina það er bara ákveðin fjöldi fólk sem að býr við það aðstæður að það á réttindi inn í svona félagslegt húsnæðiskerfi og það er, í mínum huga ekki markmiði sjálfu sér að vera með biðlista þarna, allavega ekki svona langan. Þannig að ég myndi gjarnan og hlakka til að heyra formann velferðarráðs aðeins segja okkur meira það hvort við höfum eða hvort það eru einhverjar svona framtíðar áætlanir hjá okkur þetta mál, af því að þarna þurfum við að passa okkur að mínu mati. Og svo langar mig að taka undir auðvitað fagn vegna litlu húsana í Sandgerðisbót, en ég vil bara segja að ég held að sem er mikilvægt að við fylgjumst vel með hvernig fólki líður þarna. Af því að þetta er í fyrsta sinn sem við erum í raun og veru að gera þetta svona, að þá held ég að við ættum að leggja dálítið á okkur til þess að fylgjast vel með hvernig þetta er að heppnast. Hvort að svona staðsetning sem er auðvitað dálítið útúr, þó hún sé ekki hræðilega útúr, þannig að hvort þetta sé ekki bara ásættanlegt en við þurfum allavega að vita það. Svo vil ég bara sérstaklega fagna nýjum samningi og samstarfi þjónustu við flóttafólks og ég vil bara þakka formanni velferðarráðs sérstaklega fyrir að minnast svona sérstaklega á það hversu mikið fagnaðarefni það er fyrir okkur þegar að fólk ákveður að leita betra lífs á Akureyri. Og ég held að þetta sé eitthvað sem er mikilvægt fyrir okkur að muna, að þetta er eitthvað sem er gríðarlega jákvætt fyrir okkar samfélag. Og svo langaði mig líka aðeins að koma inn á málefni eldra fólks, það er að segja nú þegar við höfum skilað frá okkur rekstri öldrunarheimilana sem að við vorum öll sammála væri rétt að skrifa að gera og ég held sjálf að hafi verið bara eðlilegt mál, enda hefur málaflokkurinn þróast þannig að á þeirri stofnun, sú stofnun er orðin meiri hjúkrunarþjónusta heldur en heimilisþjónusta kannski, en mér finnst eins og við þurfum að huga að því að við sem sveitarfélag berum skyldur varðandi húsnæði fólks. Þannig að ég held að við þurfum að fara að hugsa það, einmitt þessi stefna að fólk búi heima eins lengi og það vill og getur, að hugsanlega þarf að bregðast eitthvað við með húsnæði þar sem að fólk upplifir kannski meira öryggi. Þó það sé ekki hjúkrunarþörf til staðar, þá getur verið svona þörf fyrir öryggi
og hugsanlega þörf fyrir þjónustu mjög nálægt sér og þörf fyrir bara samskipti og samfélag. Þannig ég held að þetta eitthvað sem við ættum að fara að hugsa núna þegar við erum búin að ýta þessum bolta úr okkar vör, má segja, sem að hjúkrunarheimilin voru, og þannig að við svona hugum að því hvert þá okkar hlutverk í þjónustu við þetta fólk. Það bara að útvega þessa heimaþjónustu eða það hugsanlegt að við þurfum að stíga inn með einhverjum hætti inn í húsnæðismál þessa fólks. Fleira var það ekki í bili. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máls, næst tekur máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni Heimi kærlega fyrir yfirferðinni yfir málaflokk velferðarsviðs. Ég held að það sé eitt víst að einn stærsta ákvörðun sem við höfum tekið hér í bæjarstjórn nú á síðustu árum var að skila rekstri öldrunarheimilanna til ríkisins. Nú sá rekstur kominn yfir til aðila sem að við fengum hér að hitta við í bæjarstjórn í gær og eftir að bæði hafa hitt forsvarsmanns þess félags sem tekið hefur við og eftir að hafa heyrt í nokkrum starfsmönnum ætla ég að vera mjög bjartsýn á framhaldi hvað varðar öldrunarheimilin og halda í þá trú að rétta ákvörðun hafi verið að ræða og hún sé bæjarbúum til heilla. Á öldrunarheimilunum vinnur að mínum mati framúrskarandi starfsfólk sem hefur verið að veita fyrirmyndar þjónustu og ég sannfærð að svo verði áfram. Heimir fór yfir annað stórt verkefni, það tengist sviðinu, það eru stjórnsýslubreytingarnar og vil ég bara hvetja stjórnendur og bæjarstjóra og formanna að fylgja þessum breytingum vel eftir. Starfsfólki var í mjög langan tíma í óvissu hvaða ákvörðun skyldi taka í þessum stjórnsýslubreytingum og mér heyrist á samtali við einhverja starfsmenn að það sé ákveðin óvissa enn í gangi sem bara mikilvægt að við vinnum hratt og vel úr og þannig að vel til takist. En Heimir kom inn á farsaldarlögin sem að ég held að við sem flest öll sammála ef ekki öll að séu til góðs og erum spennt að vinna að. En eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á þá í rauninni einungis áætlað fjármagn tryggt fyrir starfsmenn til næstu 3 ára. Þannig að maður hugsar alveg hvað svo þetta verkefni sem er búið að búa til þarna kostnað á sveitarfélögin sem mun ekki fylgja fjármagn með. Það eitthvað sem ég finnst að við sveitarfélögum þurfum að fylgja eftir að svo verði ekki og ef vel til að takast að þá fylgi því fjármagn. Ég fagna svo innilega einbýlunum í Sandgerðisbótinni. Ég held að þarna hafi verið fundin afar farsæl lausn. Þannig að ég segi bara vel gert. Í starfsáætlun komið inn á nokkur atriði sem langar bara að spyrja aðeins út í. Það til dæmis rætt að tryggja skuli samræmi og samfellu í þjónustu milli samvinnusviða Akureyrarbæjar og við aðra sem að veita velferðarþjónustu. Mér langaði bara að spyrja hvernig svo samþætting gengi og hvernig þið sjáið það fyrir ykkur. Núna náttúrulega veruleg breyting varðandi öldrunarheimilin og það komið í annan farveg, þannig að það væri áhugavert að Heimir kæmi aðeins inn á það. Eins var í greinargerð með starfsáætluninni talað að ráðið hefði verið starfsmaður til þess að kynna betur það sem snýr að velferðartækni og það var gert síðasta sumar samkvæmt greinargerðinni. Mér sýndist að 5 milljónir hafa verið áætlaðar í velferðartækni eða verkefni tengdu velferðartækni á þessu ári, þannig
það væri áhugavert að Heimir myndi kannski, ef hann veit hver staðan er á því og hvar við stöndum hvað það varðar, því að ég tek undir með öðrum sem komið hafa hér upp að ég held að þarna liggi framtíðin og þarna þurfum við að horfa til ef að við ætlum að ná að koma til móts við þá aldursþróun sem að er. Mjög brýnt að fara yfir húsnæðismálin og gott að heyra að þessi komin hópur á stað til að yfirfæra þann þátt. Mér langaði bara að spyrja Heimir hvort að það hefur verið einhvern ákveðin tímafrestur á skilum frá þessum hópi, því ég held að við þurfum að taka ákvarðanir fyrir en seinna í þessum efnum. Varðandi félagslegu íbúðirnar, þá náttúrulega vitum við öll hér að nú hafa óhagnaðardrifin leigufélög verið að byggja upp íbúðir og koma sterkt inn á markaðinn og við vorum náttúrulega að gera okkur mikla vonir að það myndi létta á kerfinu. Nú er listinn styst aðeins, hvort að það sé þess vegna veit ég ekki en það væri áhugavert að vita hvort að uppbygging fleiri svona íbúða gæti stytt biðlistan enn frekar hjá okkur, hvernig þið sjáu það fyrir ykkur. Bara svona eitt að lokum, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen minntist á skilgreininguna aldursvædd bær eða borg. Það er kannski rétt að taka fram að þetta markmið er nú í velferðarstefnu Akureyrarbæjar nú þegar. Akureyri á að vera aldursvædd bær þar sem gott er að vera í efri árum, en það sem kannski vantað í velferðarstefnuna hjá okkur var að skilgreina kannski betur hvað felst í þessari setningu og hvernig við ætlum að uppfylla það sem að því tengist. Þegar maður horfir yfir það sem við erum með, þá erum við í raun að uppfylla margt nú þegar. Þannig að við þurfum kannski að greina hvar við þurfum að gera betur, en þarna er komið inn í þessum skilgreiningum inn á marga þætti eins og virk samfélagsþátttaka, samgöngur, upplýsingagjöf, húsnæðismál og fleira. Og varðandi upplýsingagjöfina þá hefur maður heyrt á eldri borgurum það sé oft erfitt að finna upplýsingar, það séu mjög dreifðar út allt og ég veit að það eru farnir starfsmenn á staða innan bæjarkerfisins að reyna að skilgreina þetta betur og koma upplýsingum á einn stað og ég tel það vel og mjög mikilvægt að við gerum. Og ég sé fyrir mér að mér finnist það ekkert eingöngu þurfa að vera upplýsingar þjónustu eða það sem að Akureyrarbær veitir, heldur megum líka horfa út fyrir það, þannig að eldra fólk þurfi bara að leita á einn stað til að leita allar upplýsinga tengist þeim. Ég held ég ætli bara að láta þetta duga í bili. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máls sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka formanni velferðarráðs fyrir góða ræðu. Alltaf því bara skemmtilega þó að málefnið sé vissulega alvarlegt. En fyrst bara svo lítil hugleiðing út frá því sem að formaðurinn sagði og nefndi sérstaklega aldraða, þar sem að er mikil fjölgun í þeim hópi fyrirsjáanleg. En reyndar sem betur fer líka batnandi fjárhagsstaða hjá þeim hópi, þar að segja að þessi kynslóð sem er að koma inn í þann flokk er á lífeyrisréttindi og hefur sterkari stöðu heldur en kannski þeir sem að voru í næstu kynslóð á undan. En engu að síður alveg ljóst að þjónustu þörfin á velferðarsviði mun aukast, ekki bara vegna aldraðra heldur alls konar heilsubrests, líkamlegs og andlegs, og bara í dag til dæmis lásum við fréttir það að Íslendingum með áunna sykursýki hafi fjölgað á 14 árum úr rúmlega 4.000 í rúmlega 10.000. Það er auðvitað sláandi og því miður eru fleiri sjúkdómar og kvillar sem að svipað er ástatt Þannig að við verðum að sjálfsögða að leita allra leiða til að ekki bara bæta okkar þjónustu heldur kannski straumlínulaga og gera hagkvæma, því að
þarna verður aukin eftirspurn, aukin kostnaður og svo erum við sjálfsögð með fleiri svið í rekstri bæjarins eins og Heimir kom líka inn á sem að eru mjög fjárfrek. Þannig að við þurfum að vanda okkur við þetta allt. Og ein svona bein spurning sem ég hef til formannsins, það var að þú nefndir Skógarlund og plastiðjuna Bjarg. Að þá fór ég að hugsa svona í anda hugmyndafræðinar styttingu vinnuviku, hvort að hversu stór hluti skjólstæðinganna að mæta á hverjum degi og hvort að það sé nauðsynlegt eða æskilegt. Við eigum ágætt máltæki sem að segir heima best. Spurning hvort það geti að einhverju leyti átt við þetta fólk líka. Bæði út frá vellíðan og streituleysi en líka með tilliti til kostnaður. Við rekstur á þessum starfsstöðvum og við ferli þjónustu sem er auðvitað hart kærð hjá okkur. Við erum með eitthvað 80.000 ferðir á ári í ferli þjónustunni. Þetta mjög umfangsmikið og dýrt kerfi. Varðandi íbúðirnar sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi og fleiri. Hvað við getum gert til að eldra fólki líði betur og upplifi sig betur á eigin heimili, að það kannski nærtækt að hugsa þá uppbyggingu í nágrenni við þjónustukjarna sem að höfða til þessara hópa og hvort sem að það væri þá til dæmis fjórðungssjúkrahús eða Hlíð, svo þjónusta sem að þar fer fram og mun fara fram. Svona bara sem dæmi og ekki fleira frá mér. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil náttúrulega líkt og aðrir byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Heimi og formanni velferðarráðs fyrir ágæta yfirferð á málaflokknum og það nokkur svona atriði sem þarna vert að tæpa á, mér langar að tæpa á. Mér langar aðeins í upphafi því að hann hóf mál sitt á því að segja frá því að hann hélt síðast ræðu þá hefði gert sá mikilvægur atburður í okkar sögu eins og maður segir að öldrunarheimilum var skilað til ríkisins og Heilsuvernd hefur tekið yfir þennan rekstur og sem vel. Því eins og við vitum öll að þá erum við búin að vera að berjast fyrir þessu nokkuð lengi. Það hefur verið þannig að við höfum verið að borga háar fjárhæðir með þessum rekstri og það kom ágætlega fram hjá mér, tel ég, hér í ræðustól í miðja febrúar, þar sem við ræddum skil á öldrunarheimilunum og þá stöðu sem við fórum í, að Akureyrarbær hefur á síðustu 9 árum borgað 1,7 milljarð með rekstrinum. Og þá erum við að tala algjörlega utan við eitthvað sem heitir innri leiga. Mér sárnaði því mjög þegar ég sá þátt í sjónvarpinu daginn þar sem að á N4 þar sem var rætt við framkvæmdastjóra öldrunarheimilina fyrrverandi sem þá núna framkvæmdastjóri hjá Heilsuvernd, þar sem hann fór að tala að þetta væri bara eitthvað bókhalslegt. Eitthvað bókhalslegt. Við erum búin að leggja þessi gögn fram aftur og aftur. Við byrjuðum á því að fá KPMG til að gera úttekt á þessari starfsemi og þeir tóku og gerðu skýrslu fyrir okkur fyrir árið 2012 til 2016. Og þá var alveg sundurgreint og tekin út innri leiga sem voru reiknuð út og tekin inn í staðinn húsnæðarkostnaður og þessi kostnaður vegna þessa sem við höfum látið út og greitt fyrir hönd ríkisins voru 842 milljónir. Síðan hefur þetta bara haldið áfram. Og þegar maður ber þessa tölu saman núna til ársins 2020 eða síðasta árs, þá erum við að tala að þessar tölur eru yfir 1700 milljónir. 1700 milljónir sem skattþegar hér í bænum hafa greitt fyrir hönd ríkisins. Og þess vegna það okkur sem að þó við höfum rætt hér í bæjarstjórn að það hefði ekkert verið sérstakt áhugamál hjá okkur að losna við þessa starfsemi, en hins vegar það þannig að okkur ber að fara vel með fjármuni bæjarbúa. Og það var ekki gott fyrir okkur að vera að greiða með þessar starfsemi. Og ég vil ítreka þessuna að mér þótti það mjög miður að sjá framkvæmdastjóra öldrunarheimilina fyrrverandi halda því fram í þessu viðtali að hér væri eitthvað bókhalslegt dæmi að ræða. En að öðru, ég langar nú til þess að vera jákvæður. Ég vil fagna sérstaklega því að við fórum að létum gera úttekt á málaflokki fatlaðra
og fengur skýrslu frá ráðgjafa þar sem að fari vel yfir þennan málaflokk og margt sem að kom fram í hans máli sem segir að við erum að gera mjög góða hluti. Og það náttúrulega með þarna einhver atriði sem er verið að vinna með og það vel hversu vel, og ég vil fagna því í rauninni bara hversu vel bæði starfsfólk og ráðið að taka á þessu máli og vinna með þessar tillögur og ég held að þetta skili okkur árangri. Eins og kom fram í máli formannsins þá hann tala að þarna sé verið að gera hluti sem að verða til hagræðingarinn á þess og þó að skerða þjónustu. Og það eitthvað sem við þurfum að horfa til. Og við vitum það að við erum hérna í bæjarstjórn að velta fyrir okkur hvernig við getum náð fram sparnaði. Við erum að horfa til þess að koma inn sjálfbærni og þá þurfum við að skoða alla fleti, allstaðar. Og auðvitað þessi málaflokkur sem við erum að tala þar að segja velferðarmálin, hann mjög stór og hann sístækkandi. Og þá þurfum við að leita leiða til þess í rauninni að þjónustan með kannski hagkvæmari hætti og bæjarfulltrúi Andri kom aðeins inn á það hér áðan. Þá í því samhengi þá verðum við að velta fyrir okkur félagslegum íbúðum. Eins og kom fram í máli formanns þá 338 íbúðir sem Akureyrarbær með í rekstri og það maður velti við sér eigum við að halda áfram að bæta í og hversu mikil þörfin er þörfin. Auðvitað alltaf langir biðlistar og þeir hafa verið frá því ég tók sæti í bæjarstjórn alltaf verið langir. En hlutfall okkar í félagslegum íbúðum almennt gott, þar að segja hlutfall af íbúðum bæjarins í félagslega kerfinu bara tiltölulega gott. En auðvitað má alltaf gera betur. Ég hef hins vegar kannski velti fyrir mér og kannski beinið því frekar til bæjarfulltrúa Andra sem formaður umhverfis- og mannvirkjasviðs, hvort að menn ættu að skoða það í samstarfi við velferðarsvið að hreinlega fara að endurnýja íbúðir frekar. Við erum komið með fullt af íbúðum sem þarfnast mikils viðhalds og spurningin svo hvort það sé eðlilega að yngja upp íbúðakostinn. Það eitthvað sem ég held að sé mikilvægt vegna þess að það ofboðslega dýrt að halda þessu við og þetta kostar mikla peninga og það alltaf verið að kalla á meira og meira viðhald á þessum íbúðum. Það eitthvað sem við þurfum eitthvað að horfa til. Eigum við og þurfum við að fara að horfa til þess að selja frá okkur íbúður og kaupa þá nýjar í staðinn sem eru þá viðhaldsminni. En auðvitað alltaf þannig að þessum málaflokki að þeim skjólstæðingur sem í þessum íbúðum að það fylgir oft viðhald sem oft meira heldur svona almennt gengur og gerist og því þarf að sinna. En ég held samt sem að það ekki heldur gott að við séum að koma þannig þessu í það að horfa að við séum orðin með of gamalt íbúðakerfi. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem á að horfa til. Ég vil líka nota tækifærina til þess að halda áfram að fagna. Ég ætla að leyfa mér að lýsa yfir mikill ánægju með farsældarfrumvarp barna og vonandi, og það er komið fram í máli ráðherra að það sé verið að tryggja fjármagn til þess að vinna þetta. Þannig verið að taka stórt skref í það, því eins og formaður kom inn á, þannig verið að taka stórt skref í að kerfið tali allt saman. Og ég hef sérstaklega hlynntur því sem hann kom inn á í málu sínu að þetta kannski verði nýtt til frekari útfærslu og sérstaklega þá gagnvart öldruðum vegna þess að það eitthvað sem ég held að væri hægt að vinna með sambærilegum hætti þannig að allt kerfið hjálpist að vinna með þessu sístækkandi málaflokki, bara svo það sé sagt. Ég held að ég sé bara ég ætla ekki að koma með neina spurningu á formann, ég ætla að bara lýsa yfir ánægju með hans ræðu. Ég kannski bara get tekið undir með bæjarfulltrúa Andra, þetta var bara tiltölulega skemmtilega ræða ágæta málaflokk og ég held að það sé eitt af því sem að við getum verið stolt af og tek undir með þeim sem hafa rætt hér, að við getum verið stolt af því að við erum að veita góða þjónustu og við getum verið stolt af þessu góða starfsfólki sem við höfum í þessum málaflokk. Og við þurfum að sjálfsögðu að hlúa að þessu starfsfólki og hjálpast að vinna þessu málaflokki framgöngu, en auðvitað verðum við alltaf að horfa til þess að gera það þessum hagkvæmastan hátt. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara til þess að bregðast við svona því sem hefur verið og mér finnst þetta mjög áhugaverðar og vekjandi umræður. Það hérna, og maður vinni að þessu vikulega þá alltaf eitthvað sem maður
gert betur og hugsað á annan hátt. Í ræðu minni var ég að vekja máls á húsnæði heimahjúkrunar. Þar ég einfaldlega að hugsa það að við erum að sinna 600 heimilum, gríðarlega mikilvæg þjónusta og sem sinnir íbúum bæjarins og það er alveg ofboðslega mikilvægt í slíkri þjónustu að tilheyra hóp, tilheyra vinnustað, geta nýtt sér jafningja handleiðslu, sótt stuðning í vinnufélaga og tilheyrt einhverjum stað sem þau geta mætt á og unnið út frá. Þannig að í fullkomnum heimi gætum við fundið þennan stað og þar sem þau eru öll saman komin á einn vinnustað og séu liðseild. Þannig að ég hvet okkur bara sem bæjarfulltrúa og í þeim nefndum sem við vinnum að skoða þetta. Varðandi félagslega kerfið eins og umræðurnar hafa verið hér að þá held ég bara að fjölbreyttar lausnir séu það sem þurfi. Það geta verið húsnæðissamvinnufélög, búseturéttarfélög, vaxtastyrkir og fleira og þarna verða kannski fleiri en bara sveitarfélögin að koma að. Varðandi aldursvæna samfélagið sem bæjarfulltrúi Ingibjörg minntist á, sem mér finnst bara mjög spennandi og áhugavert að því ég held að við séum að gera mjög margt sem fellur undir það, en til þess að taka þátt í því að þá laumaði hún því að mér að bæjarfulltrúi Ingibjörg að við þyrftum að vera í samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina til þess að verða aldursvænt samfélag. Eitt af því sem við getum öll gert hér inni og sem íbúar sem hluti af aldursvænu samfélagi, það virðing gagnvart þessum hóp og reyna að vinna gegn aldursfordómum. Og mig grunar að eldri borgarar eða eldri íbúar bæjarins upplifi stundum að við þessi ungu snöggu höfum svona skoðanir á hvernig þau eiga að lifa sínu lífi. En líka gaman frá því að segja að ég og bæjarfulltrúi Eva erum í vinnuhóp þar sem við erum að vinna heilsueflandi aðgerðum fyrir þennan hóp og þar eiga þeir sinn fulltrúa, þannig að við erum ekki að tala um þau, við erum að tala við þau. Heimahjúkrun samstarfsaðili auðvitað velferðarsviðs og þar vinnum við með þeim að því að bæjarfulltrúi Eva var að kanna það hvernig þessi ólíku stofnanir eða stofnanir sem tilheyra ekki sama aðila vinna saman, þannig að það helst heimahjúkrun sem við erum í samstarfi við og erum auðvitað að sinna sömu einstaklingum. Varðandi fyrirspurn Andra sem var bara áhugaverð að geta unnið bara verið með svona störf án staðsetninga fyrir þennan hóp. Auðvitað Plastiðan Bjarg bara framleiðslu fyrirtæki og þar allur gangur á því hvernig fólk mætir þar til vinnu bara eftir getu og svo í Skógalundi þar allir einstaklingarnir í hæfingu og hlutastarfi, þannig að félagslegu þroski og svona bara það að vera í virkni er mikilvægt þessum hóp. Það var eitthvað eitt sem ég ætlaði að segja til viðbótar að varðandi velferðartæknina sem varð hér til umræðu að þá það bara skemmtilegt að þetta til umræðu í velferðarráði á morgun og bara til þess að fara aðeins yfir velferðartæknina þá erum við þarna með velferðartækni sem snýst samskipti og félagslega þátttöku. Ég nefndi það í fyrra í ræðu minni að þá vorum við að tala CaraConnect hugbúnaðinn og Memaxi og Memaxi svona búnaður sem nýtist mjög vel í okkar þjónustu við íbúa bæjarins sem í þjónustu hjá okkur. Svo þetta bara flutningur og hreyfigeta þar sem starfsfólk að leita bestu lausnum til þess að fólk geti verið á hreyfingu. Við erum auðvitað að tryggja öryggismál og heimavarnir og þar velferðartækni mjög mikilvæg í alls konar tækni, hreyfiskynjurum og fleira. Svo auðvitað eftirlit og lífsgæði þar sem hítamyndavélar, myndsímtöl og annað notað. Þannig að ég held að við séum að nýta okkur þann búnað sem nýtist hér. Bæjarfulltrúi
Eva spurði líka vinnuhópinn varðandi húsnæðið og fyrsti fundurinn á morgun þar sem umræðuefnið til dæmis ákveða hvenær við ætlum að skila af okkur. Þannig að ég held ég hafi náð að svara svona sirka öllu sem spurður. Ég þakka mjög góðar umræður. Takk. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sinni, orðið er laust. Sem fleiri ekki hvað sér hljóðst, þá segi ég þessar umræðu lokið og síðasti liður á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur Ásthildur bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að venju stikla ég á stóru í því sem á daga mína hefur drifið í starfi bæjarstjóra frá síðasta fundi bæjarstjórnar Akureyrar og kennir þar ýmissa grasa. Þar er fyrst að nefna að miðvikudaginn 5. maí sat ég ársfund Lífeyrissjóðsins Stapa og fimmtudaginn 6. maí áttu ég ánægjulega stund með starfsfólki á samfélagssviði þar sem við hvettum hana Beggu okkar, Bergljótu Jónasdóttur, forstöðumann tómstundamála, eftir 27 ára gæfuríkt starf hjá sveitarfélaginu. Síðustu vikur hef ég setið nokkra samráðsfundi samtaka bæjar- og sveitarstjóra á Norðurslóðum, Arctic Mayors Forum, þar sem við Akureyringar höfum gegnt formennsku frá stofnun. Þessir fundir voru til undirbúnings stórum fundi sem framfór mánudaginn 10. maí með fulltrúum allra þeirra ríkja og héraða sem aðild eiga að samtökunum. Þar var samþykkt samhljóða hvatning til Norðurskautsráðsins, The Arctic Council, sem nú fundar í Reykjavík, að hafa nánara samráð við kjörna fulltrúa fólksins sem byggir norðurslóðir framtíð og þróun mála á þessu svæði. Þriðjudaginn 11. maí var undirritaður samningur Akureyrarbæjar við félagasamtökin Súlur Vertikal stuðning sveitarfélagsins við fjallahlaupið Súlur Vertikal 2021 sem haldið verður verslunarmannahelgina. Þar er komið vaxtarsproti dugmikilla einstaklinga sem ég trúi eftir að blómgast og springa út á komandi árum, enda eru svona sportháttíðir orðin mikill vaxtarbroddur víðsvegar land. Miðvikudaginn 12. maí var viðburðaríkur í meira lagi en hann hófst með málþingi áhrif og stöðu fjölmiðla í hinum dreifðu byggðum landsins, þar sem einn frummælanda var meðal annarra Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra. Mig langar til þess að hrósa hlutaðeigandi fyrir þetta flotta málþing sem var haldið hér í Hofi og tókst einstaklega vel. Nú eftir hádegið þá undirrituðum við Lilja nýjan menningarsamning ráðuneytisins og Akureyrarbæjar sem felur í sér 15% hækkun framlags ríkisins frá fyrri samningi. Og síðdegis þann sama dag fór ég upp í háskóla þar sem Þorsteinn Gunnarsson, fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri og Níels Einarsson, forstöðumaður stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, voru heiðraðir fyrir frumkvöðlastarf í þágu norðurslóða og sinn þátti að gera Akureyri að miðstöð norðurslóðasamstarfs á Íslandi. Og þennan sama dag tók ég einnig þátt í fundi verkefnahóps uppbyggingu Akureyrar sem þéttbýliskjarna á landsbyggðinni, en þar á ferðinni mikilvæg hugmynd sem smám saman að mótast betur og verður vonandi innan tíðar að góðum veruleika. Takk. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. maí, bæjarráð 7. og 12. maí, frístundaráð 5. maí, fræðslur á 3. maí, kjarasamninganefnd 7. maí, skipulagsráð 12. maí, stjórn Akureyrarstofu 7. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 30. apríl og 7. maí og velferðarráð 5. maí. Og þessar fundagerðir má alla nálgast á heimasíðu bæjarins. Ég segi fundi slitið klukkan 17:06 eða korter yfir 5. Takk fyrir góðan fund.